Hæ, Ásdís Húsaskjóli fasteignasölu. Við hjá Húsaskjóli höfum tekið eftir því að fólk býr oft áfram í stóru húsunum löngu eftir öll börnin eru flutt að heiman. Á mínum 18 ára ferli sem fasteignasali þá hef ég tekið eftir því að fólk fer yfirleitt af stað svona 10-15 árum og seint til að minnka við sig. Það býr í húsum sem allt of stór, það er verið að eyða tíma í að þurrka af herbergi sem enginn hefur sofið í jafnvel mörg ár. Það er verið að borga 100.000 á ári í rekstrakostnaði fermetrum sem enginn er að nota. Þarna að tala um fasteignagjöld, fráveitugjöld, hita, rafmagn, tryggingar og svo blessað viðhaldið. Hvenær þá rétti tíminn? Það er dagurinn sem viðhaldið hættir að vera gaman. Dagurinn sem hugsar, ég nenni ekki að stússa sig í takkantinum, mig langar upp í bústað. Dagurinn sem pallinu verður fellíki sem enginn nennir að bera á í staðinn fyrir að vera notaleg fjölskyldum samvera. Hvað viltu gera fyrir tímann sem þú ert ekki að nota í að viðhalda húsinu? Hvað er hægt að gera við peningana sem fari að borga óþarfa rekstrakostnað? Verð á sérbýlum er í hæstu hæðum akkurat núna. Þannig að það er tilvalið að nýta hana góða sölutíma til að fá hámarksverð fyrir eigna þína. Ekki alveg viss hvað er fyrsta skrefið? Við hjá Húsaskjóli bjóðum upp fría og skuldbindingarlausa ráðgjöf fyrir alla sem eru í fasteignahugleiðingum. Ef þið langar að vita meira eða hefur spurningar um fasteignamarkaðinn, ekki hika við að hafa samband við okkur. Hlakka til að heyra þér.